Góðan daginn og gott að vera með ykkur í dag. Við ætlum að byrja þessa stund á því að syngja Hans náð smyr minna sál. Amen. Hans náð smyr minna sál, hans blóð vann minna synd. Ég er frjáls, mín skömm áðist á burt, mín þraut hvarf við öll sorg. Ég er frjáls, ég á fyrir heiti, Guð minn, gröfin er tóm. Jesus lifir enn, Jesus lifir enn, Jesus lifir enn, Jesus lifir enn. Hans náð smyr minna sál, hans blóð vann minna synd. Ég er frjáls, mín skömm áðist á burt, mín þraut hvarf við öll sorg. Ég er frjáls, ég á fyrir heiti, Guð minn, gröfin er tóm. Jesus lifir enn, Jesus lifir enn, Jesus lifir enn, Jesus lifir enn. Öll þegar tárin tók hann burt frá mér, dansa af gleði, Guð er hér og gjöf hans mikil er. Hann er upprisinn, hann er upprisinn, hann er upprisinn, hann er upprisinn. Jesus lifir enn, Jesus lifir enn, Jesus lifir enn, Jesus lifir enn. Amen. Og sannarlega lifir Jesus enn. Amen. Halleluja. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in guilt, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, Praise his name forevermore, for endless days.
Son of heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The ancients roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing God's praise. Oh Lord our God. Oh, praise His Burning ropes of wine, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' name. Oh, praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing God's praise. Oh Lord our God. Oh, praise His Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Amen. Við langar að lesa fyrir ykkur í Sálmunum. Mig langar að byrja að lesa úr Sálmu 122. Ég var glaður menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og ég svo glöð í dag að geta sungið með ykkur í dag og við getum fengið að lofa Guð og byrja þessa viku í lofgjörð til hans. Amen. Svo langar mér að lesa líka úr Sálmu 121. Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara heimins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottin er vörður þinn, drottin skýlið þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottin mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun vendar sál þína, drottin mun varvita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Er þetta ekki yndisleg orð til að byrja þessa viku, að drottin er með okkur og hann sleppir aldrei af okkur hendinni. Nú skulum við leggja þessa stund í drottins hendur og þið sem eru heima, ef þið hafið bænarefni, talið til Jesú, hann heyrir. Alveg svo ég að tala, þá heyrir Jesús í ykkur. Amen. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir
daginn í dag. Ég þakka þér fyrir komandi viku að þú munt blessa okkur þar, Drottinn. Þú munt fara undan okkur, Drottinn, og greiða vegu okkar, Jesús minn. Ég biði, Jesús minn, fyrir okkur einum og sérhverjum, Drottinn. Allt sem við erum að gangi í gegnum, þú þekkir það. Þú þekkir þeir sem eru í sorg, þú þekkir þá sem að minna mega sín, Drottinn. Ég biði, Jesús minn, að snerta við hverjum og einum, heilagi Faðir. Gefa friðin og heimili þar sem ófriður Drottinn. Og gefa bara ómelda gleði, Drottinn, þar sem að óhamingja Jesús. Ég biði, Drottinn minn, að þú blessar eitt og sérhvert okkar. Þú ferð undan okkur, heilagi Faðir. Og ég biði að blessa áfram þjóðfélag okkar, að þú megir bara kveða niður þessa veiru, Drottinn. Og ég biði, Jesús minn, að þú megir hjálpa ráðamönnum að byggja upp þetta land, Drottinn. Ég biði að fyrirgefa ráðamönnum þau taka rangar ákvarðanir, Jesús, og ég biði að þau megi heyra röddu þína. Og þeir sem eru kristnir inn á alþingi, Drottinn, mega þau standa upp og rísa upp og tala orðið þitt inn á alþingi, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir að þú ert aðeins einni bæn í burtu. Þú heyrir röddur okkar, þú heyrir það sem við biðjum, Jesús, og þú munt vel fyrir sjá. Blessaðu samkomin áframhaldandi, blessaðu Snorra þegar hann talar, Drottinn, að við sem heyrum megum hafa eyru sem hlusta, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú ert hér, áframhaldandi, blessar áfram samkomina í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum að taka fórn og baukurinn verður aftast. Og samkomur eru bænastund á þriðjudag klukkan 5 og bænastund á föstudag klukkan 8. Bæn og lofgjörð. Nú langar mig að biðja börnin mín 3 að koma upp. Hann Elmar Eli, hann ætlar að spila undir hjá systrum sínum. Þær ætla að syngja lagið Ég trú á Guð. Mér langar bara aðeins að segja að við erum að hjálpa börnunum í Pakistan í dag og það kemur á skjáinn til come on the screen bankaupplýsingar. Þannig að ef að þú vilt gefa í börnum sem að skortir hlý föt, að þá erum við að safna fyrir 300 börn og það kostar $25 að klæða hvert barn og við erum að taka þátt í þessu. Og ég svo bara ánægður með hann unga mannin okkar í Pakistan, hvað hann heldur ótrauður áfram að hjálpa hinum fátæku, þó að hann sé fátækur sjálfur, þá hann ekki og þessi þjónusta hugsa sig, þau eru að hugsa hina kristnu í kringum sig. Og sjáðu til í Pakistan að þá ekki sjálfgefið, þeir fá ekki hjálp frá félagsmálakerfinu, þeir fá ekki hjálp frá hjálparstofnunum af því að þeir eru kristnir. Það eru bara múslimar sem fá hjálpina. Og þess vegna ber okkur skylda að standa á bakvið systkini okkar, hvar sem í heiminum, sem verið að níðast á. Og það hörmulegt ástand í Pakistan. Ungum stúlkum rænt og þar fram eftir götunum. Þannig að biðjum fyrir Pakistan og ef þú vilt gefa að þá eru upplýsingarnar á skjánum. Takk. Ég trú á Guð sem lifir í dag. Hann leysir og læknar, hann gefur líf. Ég trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himinn. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig
Ég vil vera meira líkur þér. Ég trú á Guð sem lifir í dag. Hann leysir og læknar, hann gefur líf. Ég trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himininn. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig af anda þínum, Guð. Ég vil vera meira líkur þér. Það enginn eins og þú. Það snertir enginn svona mikið við mér. Fylltu mig af anda þínum, Guð. Ég vil vera meira líkur þér. Ég trú á Guð sem lifir í mér. Hann leiðir mig áfram inn í himininn. Amen. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Áður en Snorri kemur og tala til okkur Guðs orð. Maður eiginlega hálf klökkur þegar maður horfir á börnin sín syngja og lofa Guð. Það eiginlega bara, þetta yndislegt að sjá börnin sín ganga þennan veg. Amen. Jesús var hvalinn á krossi, kaus þar að þjást fyrir mig. Hann sem var synd allra saka, sekt mína tók hann á sig. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Sigurinn unninn, dauða þar sigraði líf. Gröfin tóm, Jesús lifir, lausnarinn eilífir. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð eilífð. Dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í
Sjá hann sem dó upprisin, Drottinn eilífð hann myrkursins svar er nú brotinn, andi Guðs lifir í mér. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Syngjum þetta einu sinni enn. Gröfin tóm. Halleluja. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Ó Jesús, halleluja, halleluja. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Amen. Svo gott, þetta er ekki bara texti. Þegar við syngjum þetta, að við erum að syngja þessa játningu út í heiminn. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Syngjum þetta einu sinni enn og syngjum þetta þannig að við játum þetta út í heiminn. Amen. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Gröfin tóm, Jesús lifir nú í mætti og í dýrð, eilífð dauðans vald nú sigraði. Ó, dauðans vald nú sigraði. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. 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 Syngjum saman fel mig nú. Halleluja. Leifum Jesú að umvefja okkur. Gleymum okkur í að lofsyngja hann. Halleluja. Með
ég þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig og gætir mig, faðir fróðir horfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég þú ert minn Guð, hljóður ég þú ert minn Guð, Amen, Jesús. þarfnast þig meir en í gær, ég þarfnast þig meir en orð og list, ég þarfnast þig því mest af öllu þín ást til mig, þín ást til mig. Ég þarfnast þig meir en í gær, ég þarfnast þig meir en orð fá lýst, ég þarfnast þig því mest af öllu þín ást til mig, þín ást til mig. Án þín ei lifa fær, konungur hjarta mis, drottinn þú ert mitt líf. Jesús mér allt, drottinn að eilífu, ganga vil þér við hlið, ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs, ég þarfnast þig meir en í gær, ég þarfnast þig meir en orð fá lýst, ég þarfnast þig því mest af öllu þín ást til mig, þín ást til mig. Án þín ei lifa fær, konungur hjarta mis, drottinn þú ert mitt líf. Jesús mér allt, drottinn að eilífu, ganga vil þér við hlið, ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs, ég þarfnast þig meir en í gær, ég þarfnast þig
án þín eilífa far. Konungur hjarta míns, Drottinn þú ert mitt líf. Jesús mér allt, já Drottinn að eilífu. Ganga vil þér við hlið, ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs. Ég þarfnast þín, meir en í gær. Ég þarfnast þín, meir en orð og list. Ég þarfnast þín, því mest af öllu þín ást til mín, þín ást til mín. Það svo oft sem okkur líður alls konar og það svo gott að geta sagt þessi orð. Ég þarfnast þín meir en í gær. Ég þarfnast þín að Drottinn, hann heyrir og þekkir okkur svo vel. Halleluja. Amen. Takk Jesus. Snurra ekki svo vel. Góðan dag öll, gaman að sjá okkur. Nú þegar búið að létta á svona, á maður að segja, samkomusókn. Nú megum við koma fleiri saman heldur var hérna fyrir áramót. En það samt mjög góð andlit að sjá að nýju. Það hefur ekki versnað ástandið á hópnum, það hefur frekar skánað. Og þakka ykkur fyrir yndislega þáttöku. Ég sagði við hana Dagnýju áðan, ekki einum og mikið að eiga svona týpur. Ein alveg nóg. Við höfum vanist því, sko allavega ég og mín kona, að það kemur eitt í einu. En Dagný, hún brálát, hún bara lætur 2 koma. Og það dásamlegt að sjá þegar börnin 2 eru með og fá að vera með og fá að syngja einmitt þetta mikilvæga að eiga Drottinn Jesú Krist að. Við eigum sko mjög skemmtilega sögur í Biblíunni það hvers virði börnin eru í augum Jesú Krists. Og það mjög athyglisvert að sjá það að Jesús hann var með lærisveina sem kannski voru bundnir ákveðnum svona trúarhefðum og trúarvenjum. Og þá kemur í ljós að þeim fannst bara alveg nóg börnin. Og þið vitið, þið sem eru foreldrar og hafi komið börnin á samkomur, allavega vitið við að við hrefna, að það var eiginlega aldrei kyrrð á samkomu þegar börnin voru með okkur. Við gáðum það aldrei eftir, við fenguðum alltaf með og það var yfirleitt alltaf mjög líflegt á samkomum þegar börnin voru með og það var bara það sem hélt í mér lífinu, ég stuggaði þeim ekki frá, það var þetta sem Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín. Bannið þeim það ekki, því slíkra Guðs ríki. Og þetta mjög mikilvægur þáttur kristinnar trúar að börnin skipta okkur máli. Þau eru framtíðin. Því þetta eru predikararnir á morgun. Þetta eru söngvararnir sem að halda samkomunum opnum og gangandi eftir 2, 3, 5 ár, 10 ár. Að þá það börnin sem að skipti máli að við höfum þau með okkur. Og þegar ég tek þetta orð svona úr Biblíunni, leyfi börnunum að koma til mín og ég minnist á Jesú Krist, þá langar mig til þess að við eyðum tímanu núna í að rannsaka einn kafla í Biblíunni. Mattheus, sem var tollundumaður, lærisveinn Jesú Krists, hann bjó í Kapernaum
Ég hef ekki komið heim til hans, en ég veit annan íbúa sem var í Kapernaum, það var Pétur postuli. Og ennþá til leifar af heimili hans. Og það hægt að sjá hvernig leifarnar af heimilinu eins og stækkuðu eftir því sem að aldirnar liðu. Og það álitið að minnsta byggingin hafi verið heimili Péturs. Við vitum að þangað kom Jesús inn og þá var tengdamóðir Péturs með eitthvað sótthita og Jesús Kristur læknaði hana og hún var ekki lengi þegar hún var hress. Hún bara held upp á kaffi og það var bara boðið upp á kaffi og kleinur. Nei, það kannski einu og mikið að segja. En hún allavega hrestist og það var gengið til borðs og menn fengu sér hressingu vegna þess að þegar Jesús kom þarna inn, þá var eitthvað sem breyttist. Vitum við hvort þetta satt? Það var engin læknir til að gefa læknisvottorð. Það var engin þarna læknismenntaður sem sagði, já þetta alveg örugglega rétt því að ég með heilbrigði skýrslu þessara konu, hún var alveg fársjúk, hún var með svona mikinn hita. Við látum bara söguna duga. Það sem Mattheus segir og postulinn segja, að hann kom inn í heimilið, læknaði tengdamóður Péturs og síðan breyttist allt. Og Mattheus heldur áfram, og hann segir okkur sögurnar, örsögur í Mattheusar Guðspjalli 12. kapitula. Og mér langar til þess að við eyðum tímanu núna til að fara inn í þessar örsögur. Og þetta ekki langar sögur þið vitið, en þær eru býsna kryddaðar og ég get sagt okkur af hverju ég flyt þetta. Ég var að lesa bara minn daglega lestur svona og ég búin að lesa þetta margoft. Ég held ég kynni þetta allt. En þá allt í einu mér bent á og það svona vaknar upp í huga mér, sjáðu andstæðurnar, sjáðu kringumstæðurnar. Og þá sé ég að þessar sögur fjalla það þegar Jesús Kristur kemur til fólksins. Voru ekki allir ánægðir? Því að við sjáum það í postulasögunni, það talaði að Jesús hann gekk kring, hann gjörði gott og græddi alla þá sem að djöflunum voru undirokaðir. Hugsa ykkur hvað verið frábært að hafa eitt svona á Suðurnesjum. Hér mesta atvinnuleysi á Íslandi, hvað var dásamlegt ef að Jesús gengi hérna göturnar og hann væri að skaffa mönnum bara vinnu hér og þar og þú fengir að sjá fyrir þér, þú fengir allar þína þarfir, þú þyrft ekki endilega að fara í vinnu klukkan 8, en það bara blessun Guðs yfir þínu heimili. Ég sá að bæjarstjórinn, hann var að kommenta á það í fréttum, að það eru 200 manns að falla af stuðningslistanum eða fólki sem að fær ekki lengur stuðning við lífsviðurværi sitt og það eiginlega ekkert hægt að gera og menn spyrja hvað til ráða. Jesús Kristur var nefnilega í svona kringumstæðum. Það var fólk sem hafði engin ráð. Það var fólk sem hafði ekki stuðning samfélagsins en Jesús kom, gekk kring og græddi alla þá sem að djöflunum voru undirokaðir. Og Mattheus, hann segir þetta við okkur. Hann byrjar á í fyrsta versun að segja þessa mundir voru Jesús sálönd á hvíldardegi. Á ekki að halda hvíldardaginn heilagan. Og við heyrum þetta mjög gjarnan að við að passa okkur á því að halda hvíldardaginn heilagan. Og ég hef ekkert á móti því. Við að halda hvíldardaginn heilagan. En við megum ekki gleyma því hvað mikilvægast. Því við setjum oft niður einhvern lista, þetta mikilvægara en eitthvað annað. Og sagan fjallar það þegar Jesús kemur, lærisveinar hans kenndu hungurs og tók á tína kornöx og eta. Þegar farisear sáu það, sögðu þeir við hann, lít á, lærisveinar þínir gjöra það sem ekki leyft að gera á hvíldardegi. Og strax komin eitthvað trúar togstreita. Jesús Kristur, Guðs sonur, og við trúum því, hann sé lausnarinn okkar, hann fær allt í einu eitthvað trúar samfélag á móti sér. Má borða, má nutta kornið, má mylja það, má gera þetta og má gera þetta hvíldardagur. Og Jesús, hann allt í einu komin í trúar glímu við menn sem voru mjög nákvæmir í skoðunum. Þetta á erindi til mín. Ég átta mig alveg á því að ég get verið eins og sumir hafa talað ég sé með fastmótaða ranghugmyndir. Þið veitir, menn eru með alls konar skoðun á þessu. Ég þarf að átta mig á því að sumt mikilvægara en annað. Og svo les ég söguna og þá kemur mjög merkileg fræðsla fram. Ég held hún erindi til okkar allra.
Hann svaraði þeim: hafið þeir eigi lesið hvað Davíð gjörði þegar menn hans hungraði? Hann fór inn í Guðs hús og þeir átu skoðanabrauðin sem hvorki hann né menn hans, enginn nema prestarnir máttu eta. Hafið þeir ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga hvíldardaginn í musturinu á hvíldardögum og eru þó án saka? En ég segi yður, hér meiri musturið. En ef þið hafið skilið hvað felst í orðunum miskunnsemi vil ég ekki fórnir, mundu þér ekki hafa sakfellt saklausa menn. Og þetta ekki bara erindi sem á til okkar varandi helgi daganna, helgi hvíldardagsins, að við gerum þó ekki svo helga að við gerum alla aðra menn seka? Og það athyglisverður punktur sem Jesús kemur með, að þið sakfellið ekki saklausa menn. Skyldi vera að við á Íslandi þurfum að læra þetta. Skyldi vera að þetta þurfi að koma yfir hvítasunnuhreyfinguna. Þetta erindi til okkar, að við sakfellum ekki saklausa menn. Og ég segi við ykkur öll, þetta ekki erindi sem að við megum láta útbera. Það nefnilega sumt sem ekki svo sekt að við megum ekki brjóta það. Og Davíð konungur, hann fékk að leyfa og það var afsakað að í hungri þá fékk hann að borða helg brauð sem ekki voru ætluð hungruðum mönnum, heldur bara prestunum. En Guð veit hvenær við erum komin í nauðir, hvenær atvinnuleysið fara að sverfa svo að við þurfum að gera það sem að eðlilegt í stöðunni, við björgum okkur. Við reynum að hjálpast að og við reynum að ganga þannig að við séum ekki að sakfella saklausan mann. Hvernig sakfellum við menn sem eru í erfiðum kringumstæðum? Það getur verið meðal annars í því að við segjum, já, þeir eru ekki alveg nógu mikið í blessun Guðs. Það eitthvað sem Guð ekki að gera fyrir þá. En verið þið alveg róleg þegar Guð séð þarfirnar í Keflavík og þegar Guð séð þarfirnar á Íslandi. Þá Guð okkar, hann miskunnsamur Guð. Erum við ekki að tala um það? Miskunnsemi þrái ég en ekki fórnir. Þetta er 7. versið. Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Mundu þér ekki hafa sakfellt saklausa mann, því að mannssonurinn herra hvíldardagsins. Við förum í næstu sögu. Hann fór þaðan, kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd. Og þeir spurðu Jesú, leyfilegt að lækna á hvíldardegi? En þá spurningin hvíldardaginn, helgidaginn og verkin okkar. Hvað má gera? Hvað má ég ekki gera? Og Jesús heldur áfram og svaraði þeim. Hann svaraði þeim, nú á einhverju yðar eina sauðkind. Hún fellur í gryfju á hvíldardegi, mundi hann ekki taka hana og draga upp úr. Hve miklu þó maðurinn sauðkindinni fremri. Það því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Síðan segir hann við mannin, réttu fram höndina. Hann rétti fram höndina, hún var heil sem hin. Þá gengu farisæarnir út og tóku saman ráð sín gegn honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans. Hugsa ykkur að vera Jesús, vera frelsari, vera læknamenn og samkoman, hópurinn. Hann allur með þetta í huga, við drepum hann. Hvernig getum við náð honum? Hvernig getum við hefnt okkar á honum? Hver staða Jesú Krists í svona samfélagi? Og þarna sjáum þið hvað oft á tíðum, meira sér trúar samfélag, getur vilst af leið þegar miskunnsemin horfin og eitthvað annað tekið við. Þetta munurinn á að vera sértrúar eða strángtrúar. Ég vil mikið frekar vera einn af þessum sem kallaði sértrúar og hlýðum á það sem Jesús segir og Jesús gerir og ég vil taka lærdóminn til mín. Það sem hann kennir mér í þessum sögum, ég get ekki hugsað mér að vera hluti af trúar samfélagi sem hafnar Jesú Kristi. Við vitum dæmi og við erum með þau hér hjá okkur
að menn sem hafa verið ungir og ferskir og lifandi í trúnni, þeir hafa jafnvel verið í skólanum, þeir hafa jafnvel beðið fyrir nemendum eða samnemendum, samfélögum sínum og það hefur verið haft samfall við presturinn kallaður í skólan og það á að reyna að fá þennan dreng til að hætta að biðja. Bara, ég ger þetta bara, tek bænarefnin í kirkjuna. Yfirleitt þegar ég hringdi í mig. Og ég beðin að biðja eða taka eitthvað bænarefni fyrir. Vitið hvað ég geri? Með að ég í símanum, eða ég að tala við fólkið, þá segi ég bara alltaf, og ég segi bara alltaf, nánast alltaf, getur verið eitt og eitt undantekningatilfelli, þá segi ég yfirleitt, betra að hafa þannig, ef ekki bara biðja sama núna. Í símanum biðja ég, meðan þörfin hjá fólkinu, meðan þú ert í neyð, þá vil ég biðja fyrir þér. Og hvað gerði Jesús Kristur? Hann var ekki að bíða eftir því að maðurinn sem var lamaður eða maðurinn sem var sjúkur, að hann færi til læknis og tæki meðulinn og þá myndi að lækna hann. Nei, hann læknaði hann hér og nú. Og farisæarnir, þeir voru hneykslaðir. 3. sagan, skoðum hana. Sjá þjón minn, þegar Jesús var þess vís, fór hann þaðan, margir fylgdu honum og alla læknaði hann. En hann lagði ríkt á við þá að þeir gjörðu hann eigi kunnan. Þannig rættist það sem sagt fyrir munn Jesús spámanns. Sjá þjónn minn sem ég hef útvalið minn elskaða sem sál minn hefur þóknun á. Ég mun láta anda minn koma yfir hann og hann mun boða þjóðunum rétt. Eigi mun að þráttan ég hrópa, eigi mun raust hans heyrast á strætum. Brákaða reyrinn brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökkva. Uns hann hefur leitt réttin til sigurs, á nafn hans munu þjóðirnar vona. Og sjáðu, þetta atriði, þegar Jesaja að tala á sínum tíma og hann að boða okkur þennan Jesú, sem Guð hefur unun af og yndi af, hvað gerum við? Hvernig brugðust gyðingarnir við? Og við segjum, já, hann náttúrulega gyðingarnir alveg óútreiknanlegir, þeir eru svona og þeir eru svona. Og það alveg rétt. Þeir eru bara menn alveg eins og þú og ég. Við erum bara að tala þetta ótrúlega mál með mannin. Með þess að Guð, hann talaði við Adam og Evu og bannaði þeim að taka skilningstrénu og þegar djöfullinn kom og sagði, það satt? Það satt? Þú eru bara honum lík. Og þá var Eva, já, það satt, já. Og þannig komust efasemdirnar inn. Og við getum spurt, Jesús Kristur í þínum huga, sá sem að Biblían segir hann vera, eða segir þú, það satt? Það örugt? Hvar ég stattur? Og þetta eru stóru málin í okkar samfélagi. Hver Jesús Kristur? Ég að boða hann hér sem lausnaran, sem frelsaran, sem hafði áhrif á sinn samtíma, sem umbreytti og menn var ógn af honum. Menn voru í sínu trúarsamfélagi og allt í einu sáu þeir að trúarsamfélagi sem þeir voru í, hvort þeir voru fariséar, saddúkear eða Heródesarsinnar eða hvað það nú var, þeir gátu ekki gert það sem að til stóð. Því að sá sem Guð hafði útvalið, honum var hafnað af þessum aðilum. Og mér finnst það svo athyglisvert að þegar Jesús Kristur færi þessa lýsingu hjá Jesaja spámanni, brákaða reyrinn brýtur hann ekki, rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökkva. Og kæri áheyrandi minn, þú ert kannski með þína trú, alveg eins og með brákaða reyr. Þú ert rjúkandi hörkveikur. Þú veist ekki alveg hverju þú átt að trúa. Þú veist ekki alveg hversu viss þú mátt vera. En þá máttu vita að Jesús Kristur, hann slekkur ekki á þér. Hann brýtur þig ekki sundur. Hann læknar þig, hann græðir þig, hann vil vera með þér og ég tók eftir því í morgun þegar við konan vorum að fá okkur morgunkaffi, við dróum okkur mannakorn og ég fekk þetta góða veganesti, Mattheus 28, 18-20 og ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Hversu mikils virði það að eiga þetta samfélag við hinn dýrlega drottinn sem mun aldrei deyja. Hann mun aldrei aftur verða fyrir þjáningum og kvölum því hann tók synd þína á sig. Svo við getum verið laus.
Við höfum fagnaðar erindi fram að færa. Skoðum eina sögu í viðbót, árið lík þessu. Guðs ríki komið, þá var færður til hans maður, haldinn illum anda, blindur og mállaus. Og það var ekki bara það var illur andi, það var líka blindur og mállaus. Og hvað gerum við slíka menn? Þeir eru komnir á tryggingabætur og við reynum að viðhalda lífinu hjá þeim og þeir fá að lifa við hungurmörkin, þið vitið. Við ætlum ekki að gefa þeim of mikið, því að allir eiga bara að geta skaffað þjóðarbúin einhverja tekjur. En þessi blindi og mállausi og haldinn illum anda, hvað það? Þetta er svolítið stórt og mikið atriði. Hann kemur hérna fram fyrir Jesúm Krist. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Allt fólkið var furðu lostið og sagði, hann er þó ekki sonur Davíðs. Og menn voru undrandi á því að Jesús Kristus hann var þekktur fyrir að lækna og græða. Er hann sonur Davíðs? Getur það virkilega verið? Menn voru ekki vissir. Þið vitið, þessar efasemdar raddir, þetta sem hljómar í hug okkar, þetta sem við eigum svo erfitt með að taka við, hver Jesús Kristur þetta er okkur til stórkostlegs tjóns. Þessar efasemdar raddir þurfa að breytast hjá okkur og segja, vissulega Jesús Kristur, sonurins lifanda Guðs. Það má vera í hjörtum okkar og huga, vissulega drottinn Jesús, sá sem hann segist vera. Eða hvað segir þú? Og við eigum að gefa honum játningu vara og við eigum að gefa honum lofsöng hjarta okkar. Við eigum ekki að efast hver hann því að hann sannarlega smurður af Guði. Genginn út frá Guði almáttugum til þess að umbreyta þínu lífi. Svo illir andar nái engum tökum á þér og mér. Hlýðum svo á sögun áframhaldandi. Þegar fariséar heyrðu það, sögðu þeir, þessi rekur ekki út illanda nema með fulltingi Belzebúls, höfðingja illir anda. En Jesús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá, hvert það ríki sem sjálfu sér sundurþykkt leggst í auðn. Hver sú borg eða heimili sem sjálfu sér sundurþykkt fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, en hann sjálfum sér sundurþykkur, hvernig fær ríki hans staðist? Megum við læra af þessu? Megum við kristnir taka þetta til okkar? Ríki Guðs, það ekki sjálfu sér sundurþykkt. Það ekki bæði efasemdir og trú. Ríki Guðs ekki þannig að við erum spyrjandi á samkomum, þetta satt, þetta ekki satt? Ríki Guðs ekki svoleiðis að við erum spyrjandi yfir því, ég barn Guðs eða ekki? Ég í hendi Guðs eða ekki? Og hann segir við okkur, ég með yður alla daga, allt til enda veraldarinnar. Hversu oft kom ekki dagar upp hjá okkur að við segjum, hvað Guð núna? Hvernig stendur á því að þetta að gerast og hitt að gerast? Hvað Guð núna? Guð ætlar að ganga með þér í gegnum allar þrengingar og erfiðleika og hann vil vera með þér til þess að aga hjá þér persónuleika sem að hann hefur unun af, eiga samfélag við. Ekki kvarta og ekki mögla. Gerðu þakkir í öllum hlutum. Hvað sem á dínur, þakkaðu fyrir að Jesús Kristur með þér. Þó að sjúkdómar herji á þig, þó að krabbameini sé að berja á þér, gerðu þakkir í öllum hlutum og segðu, þakkaðu drottinn, þú meiri en krabbamein. Þú meiri en allir þeir sjúkdóma sem við þekkjum. Og ef þú trúir á hann, þá mun hann gera og vitja þín alveg eins og vitja þið manna sem voru blindir, hrjáðir, heyrnarlausir, haldnir illum anda og hvað það nú annað sem var. Svo kennir Jesús hér og það alveg stórmerkilegt. Hvernig fær ríki hans staðist? Og ef ég reka út illu andana með fulltingi Belzebúl, með hverju reka þá yðar menn þá út? Því skulu þeir vera dómarar yðar. Ef ég reka illu andana út með Guðs anda, þá Guðs ríkið þegar yfir yður komið. Og ég trúi því að við mögum segja hérðan frá Keflavík, Guðs ríkið komið yfir okkur að við stöndum á orði Guðs, við högum okkur eins og orð Guð segir og við ætlum að leyfa orði drottins, vera skínandi lampa á vegum okkar. Því að með hverju getur ungur maður haldið vegi sínu hreinum? Ekki með því að gefa lampa Guðs pláss í lífi sínu? Jú, auðvitað. Og það það sem við erum að gera og skoðum annað atriði. Þið getið lesið áframhaldandi þennan kafla
og stúdera það sjálf og leyft Guði eiga fund við ykkur og kent ykkur, að þegar Jesús að tala við okkur mennina, þá segir hann svo sterklega. Og það er tákn fyrir samtíman. Ég ætla að fara með ykkur í vers 38. Þá sögðu nokkrir fræðimenn og farisear við hann, meistari, við viljum sjá þig gjöra tákn. Hvað verið dásamlegt að geta auglýst þetta á samkomum. Hér verða tákn og undur í dag. Velkomin á samkomu. Ég alveg viss það, að við getum fyllt þennan sal hvað þetta annað af fólki sem vil sjá tákn og undur og lækningar. Það eru allir þar. Og þessi farisear sem að gátu efast og voru að reyna að taka hann að lífi, meistari, við viljum sjá þig gjöra tákn. En hann svaraði þeim, vond og ótrú kynslóð heimtar tákn. En eigi verður þenni annað tákn gefið en tákn Jónasar spámanns. Jónas var í kviði stórkveldsins 3 daga og 3 nætur og eins mun mannssonurinn vera 3 daga og 3 nætur í skauti jarðar. Nínivemenn munu koma fram í dómunum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því þeir gjörðu iðrun við prédiku Jónasar, og hér meira en Jónas. Drottning Söðurlanda mun rísa upp í dómunum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salomons, og hér meira en Salomon. Hugsið ykkur hvað þetta merkilegt. Nínivemenn, þeir gerðu iðrun við prédiku Jónasar. Hvað gera Íslendingar þegar þeir heyra orð fagnar erindisins? Gerum við iðrun? Snúum við? Og ég get sagt okkur eitt, þetta gera iðrun alveg stórmerkilegt atriði. Það vekur hjá mér hugsunina hann Tímóteus. Ég ætla að fara með ykkur í fyrsta Tímóteusarbréfið, eða fyrra, 7. kapítulan, og þetta veganesti sem ég ætla að biðja þig að taka með þér heim í dag. Hafðu það yfir þér, láttu það vaka hjá þér, því þetta alveg stórmerkileg framsetning hjá postulanum. Og hvaða postuli skrifaði þetta? Jú, það var Páll postuli. Og í gegnum hvað hafði hann gengið? Hann var votturinn af því þegar Stefán píslavottur var grýttur. Hann ofsótti kristna menn. Hann var á leiðinu til Damaskus til að eyðileggja söfnuðinn. En hann gerði iðrun. Hann sneri við. Hann var hættur að vera ofsækjandinn og hann gerðist boðberinn vegna þess að Jesús Kristur mætti honum á veginum. Og hvert veganesti sem hann gefur Tímóteusi? Ég held að þetta veganesti eigi erindi til okkar ungra manna í dag. Og takk fyrir að ég má vera með í þeim hópi. Ungur maður, 68 ára gamall, hér 69. En við ætlum að halda samt áfram því að við munum fá að lifa eilíflega með Jesú Kristi. Og svo segir sagan. Allir þeir sem ánauðu í þræla, svona byrjar hann, skulu sína húsbændur sínum allan skyldugan heiður. En þeir sem trúaða bændur eiga skulu ekki lítið sér að þá vegna þess að þeir bræður. Og svo heldur hann áfram. 3. versið. Ef einhver fer með annarlegar kenningar og fylgir ekki hinum heilnæmu orðum drottins vors Jesú Krist. Sjáðu hvar hann stattur. Ef einhver fer með annarlega kenningar og fylgir ekki hinum heilnæmu orðum drottins vors Jesú Krist. Þetta veganesti fyrir þig og mig. Hvað þá þennan mann sem fylgir ekki orðum Jesú Krist? Hann sóttekinn af þrætum, hann komin í ofmetnað, og svo segir hann í 4. versinu. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjark og þras. Og takið eftir fylgifiskunum þegar við fylgjum ekki orðum drottins vors Jesú Krist. En mér finnst svo dásamlegt. Ég kláraði ekki versið. Því ég ætlaði aðeins að fá að klára þetta fyrst. Hverjar verða afleiðingarnar ef við gerum það ekki? Það eru deilur, þrátt og þras og annað þess að það sem eyðileggur kærleiksþel safnaðarins. En Jesús Kristur og því sem guðrækni vor kennir. Hvaða Páll postuli við? Hann tekur saman orð drottins Jesú, segir okkur að trúa þeim, og svo segir hann og það sem að guðrækni vor kennir. Hvað það? Það háttalagið. Hvernig ég breyti, hvað ég geri. Og elskuðu vinir,
Það er yfirleitt sá mælikvarði notaður á okkur, hvernig við komum fram, hvert við annað. Yfirleitt þegar fólk talar manninn, predikarann, trúaðan, kristinn, þá hann yfirleitt að tala hegðun okkar. Og það er svo merkilegt við það að Páll, hann ekkert á móti því að hegðun okkar, hún sé predikun til þeirra sem fyrir utan standa. Og systkini, hegðunin hjá henni Evu, hún breyttist í það að hún vissi ekki hvort fóturinn á að stíga. Það satt að Guð hefur sagt? Og þá kemur hegðunin, þetta bara að prófa ávöxtinn. Þið vitið, við eigum nefnilega þetta til. Þetta veikleiki okkar mannana. Við breytum oft gegn því sem orð Guð segir. Það komin tími að við segjum, já drottinn, ég veit að þú ert herra, þú ert drottinn og þú hefur orð hins eilífa lífs. Það enginn sem getur hjálpað okkur og stutt okkur jafnvel og gert okkur að þeim þjónum og predikurum sem hann hefur unun af að eiga samfélag við. Jafnvel þó við séum brákaður eyr, jafnvel þó við séum rjúkandi hörkveikur, jafnvel þó að við séum svo veik að við getum varla staðist, þá drottinn að benda okkur á, postulinn talar það sama, förum eftir orðum drottins Jesú Krists og því sem að guðrækni vor kennir. Hlustum á hvað Biblían segir. Ef við segja amen við því, og þess vegna langar mig að enda þessa samveru núna, eða mína predikun, með því að við biðjum saman. Þú með þitt bænarefni, þú með þína þarfir og við með það sem við erum með, við leggjum þetta fram fyrir Guð. Við þurfum ekkert endilega að fara með Faðir vor til þess að allar bænir verði faldar þar. Við getum sagt við hann bara það sem að angra okkur, það sem við erum að glíma við, að hann taki þetta að sér. Og við skulum biðja. Jesús, þakka þér fyrir að þú stóðst allar þessar freistingar sem við vorum að lesa Þegar menn höfnuðu þér, þegar menn voru að rannsaka breytni þína og predikun, þá stóðst þú eins og kletturinn, með vonar ljósi drottinn minn. Þú læknaði sjúka og grættir alla þá sem á djöflunum voru undirokaðir. Þakka þér fyrir að við minnast þessara orða í dag og ég bið fyrir því drottinn, að hér megiru snerta við þeim sem eru biðjandi sálir í dag. Þú veist hverjir eru heima hjá sér við tölvuna, þú veist hverjir eru að fylgjast með og ég bið fyrir sjúkleika þeirra, ástandi þeirra, kringumstæði þeirra, komdu sem lausnari inn í þeirra líf. Vertu huggun þeirra sem eru að glíma við sorg, vertu læknir þeirra sem eru að glíma við sjúkleika, vertu von þeirra sem hafa enga von. Drottinn þakka þér fyrir að þú vilt kveikja á ljós náðar þinnar hjá þeim sem eru rjúkandi hörkveikur eða þeim sem eru brákaður reyr. Drottinn, verði þinn vilji okkar á meðal og ég bið fyrir söfnun hér í Keflavík að orðið þín, þau megi hljóma héðan sem blessun, sem viðvörun, sem kennsla á öllum kringumstæðum til allra þjóðarinnar. Þú ert með okkur alla daga, allt til enda veraldarinnar og þakka þér fyrir að við munum gera nafn þitt dýrlegt. Helgist þitt nafn og tilkomi þitt ríki í Jesú nafni. Verði þinn vilji, svo sem á himni og á jörðu, í Jesú dýrlega nafni. Amen. Heyri amen við því. Þá lýkur minni ræðu hér og við getum haldið áfram að gera það sem að yður þóknast að gera. Gjörðu svo vel. Enda samkomin á að syngja þennan kór Jesús, ég nefni nafnið þitt. Við þurfum ekki annað stundum heldur en bara nefna nafnið hans og þá hann kominn. Ég man eftir lítilli stúlku sem var einu sinni rænt. Hún var sett inn í bíl, henni var hent inn í aftursætið á bíl og hún hafði einmitt heyrt talað nafni Jesú og hún segir við mannin, stoppaðu í Jesú nafni og hleyptu mér út. Og vitið hvað, maðurinn stoppaði bílinn og setti hana út. Nafnið Jesú gerði eitthvað sem að hann réði ekki við og gat ekki höndlað.
Jesús, ég nefni nafni þitt. Nálgast þú og blessa lífið mitt. Læknar sér hver sár og þeirra sorgar tap. Jesús, ég nefni nafni þitt. Jesús, ég nefni nafni þitt. Nálgast þú og blessa lífið mitt. Læknar sér hver sár og þeirra sorgar tap. Jesús, ég nefni nafni þitt. Læknar sér hver sár og þeirra sorgar tap. Jesús, ég nefni nafni þitt. Jesús, Ég nefni nafni þitt. Amen. Amen. Við ætlum að enda þessa stund. Ég vil bara þakka þér fyrir samverun í dag. Takk fyrir að vera með okkur. Við biðjum Drottinum að blessa þig, varðveita þig og gefa þér yndislega viku framundan og munum orðin sem að Snorri sagði að hvernig við komum fram við náungan, það skiptir öllu máli. Þannig að við megum líkjast Jesú í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur í vikunni. Að munum muna að ef ykkur er ókurteis við okkur, hvernig svörum við? Brosum á móti og sýnum náunganum kærleika. Það er svo sannarlega alveg orð sönnuð og bara hvernig allt er í dag. Það eru allir pirraðir að vera með þessa grímur. Það eru allir pirraðir að vera svona. En munum að kærleikur Krist, hann bræðir allt. Og það er svo sannarlega, þarf ég alveg líka. Þetta er alveg, við þurfum öll að taka þetta til okkar. Að Drottinn blessi þig, takk fyrir samverun í dag og sjáumst næsta sunnudag. Amen.